Kæri hlustendur, þú ert að hlusta á leitina að peningum. Ég heiti Gunnar Dofri Ólafsson og er sem fyrr umsjónarmaður þáttarins. Þátturinn er unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Leitin að peningunum heldur úti vefsíðunni leip.is, það er leip.is. Þar eru myndböndum fjármál einstaklinga og ýmislegt fróðlegt sem ég hveti til að kynna þér. Eins og hlustendum er sennilega orðið ágætlega kunnugt er eitt höfuðmarkmið þessa hlaðvarps að stuðla að auknu fjármálalæsi og gera venjulegt fólk betra í fjármálum. Stór þáttur í fjármálum okkar flestra eru samskipti fjármál við maka okkar. Fjármál eru eitt helsta ágreiningsefni para og þó svo að mér finnst mjög gaman að tala fjármál, þá er fólki almennt ekki tamt að tala fjármálin sín, ekki einu sinni við maka sín. Umræður kaupmála og hvað taki við ef samband tekur enda eru ekki beint hugmynd flestra rómantíska kvöldstund. En skortur á fjármálaumræðu getur valdið meiri háttar vandræðum í samböndum, bæði meðan á sambandi stendur en ekki síst ef samband tekur enda með einhverjum hætti, annarkvort við sambandsslit eða andlát. Til að ræða þessi mál á mannamáli hef ég fengið til mín góðan gest, lögmanninn Elfu Ósk Víum sem starfar á lögmannsstofunni Lausnir. Velkomin Elva, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér. Já, bara gaman að þú getur komið og það er kannski rétt að gera þann fyrirvara, það er ekki góð uppskrift samtali á mannamáli. Hér sitja 2 lögfræðingar til að fara að ræða fjármál para en við ætlum að gera hvað við getum til að gera þessa hluti eins skiljanlega og við getum fyrir hluti. Svo sannarlega sko. Maður kannski byrja bara að segja mér aðeins frá sjálfriðir. Þú hefur töluverða reynslu af því að koma að fjármálum para og þá kannski sérstaklega þegar allt er komið í skrúfuna, eða ekki? Jú, því miður að þá eru við lögmenn að staðan er oft þannig að það er oft leitað til lögmanna þegar kannski er komið í óefni. Já, þegar ágreiningur er komin milli hjóna eða sambúðaraðila og þegar þarf að fara að í raun og veru gera beignir og skuldir. Já. En ég sé í raun og veru svona ákveðna breytingu. Fólk er orðið meðvitara í raun og veru þessa stöðu og að sérstaklega að ræða fólk sem er kannski farið í annað samband á í raun og veru hjónaband að baki eða fyrra samband og eiga börn. Fólk er að ræða þetta. En það er þá kannski fólk sem hefur brennt sig á því að hafa ekki gert það í fyrstu tilraun. Því miður er það oft þannig. Já. En staðan er svo og ég svo sem starfaði lengi í fjármálaráðuneytinu og hef bæði starfað á endurskoðunarskrifstofu banka og svona atvikast bara í raun og veru að ég fór í lögmennskuna. Ég hef svo sem alltaf blundað í mér að prófa þetta og ég er svo sem hef starfað frá 2013 sem lögmaður og þó að kannski, þetta var kannski ekki eitthvað sem ég hugsaði en þetta hefur bara atvikast þannig að ég er mjög mikið í þessum málum, var bæði sambúðamálum, hjúskapamálum og bæði líka varðandi dánabú og erfðarétt og slíkt sko. Og það sem er líka maður reynir að auðvitað þegar maður kemur nálægt slíku og maður kannski sér flesta pytti sem fólk er að falla í. Akkurat. Að þá hefur maður líka áhuga á að reyna að fræða fólk og upplýsa fólk hvernig er hægt að raun og koma veg fyrir að mál verði ljót, ef ég má taka svona til orða þegar í raun og veru fólk ákveður það að slíta sambúð eða hjúskap eða þegar annar aðili fellur frá. Akkurat. Og þarna kemur einmitt inn á þetta forvarnastarf myndi kannski skila mjög miklu í þessu að fólk myndi pæla í þessum hlutum aðeins fyrr. Það er þannig sko, það sem í raun og veru við lögmenn við sjáum er að við erum ofta að tala að við erum svona slökkvistarfi. Það sem við viljum sjá eins og líka slökkviliðsmenn að við viljum geta verið með forvarnir. Að það sé, ég held að það sé svona ákveðin að fólk oft á tíðum hræðist það að það er erfitt að taka upp síman og hringi í lögmann. Og margir hverjir halda að þá byrja bara klukkan að tikka á. Já, þetta er bara eins og þessi leigubíl sko. En það er ekki þannig. Nei. Það er ekkert að því og flesti lögmenn eru tilbúinir til að ræða við fólk að í raun og veru kannski að þeir eru að svona oft er kannski bara koma með leiðbeiningar og ef að fólk vil síðan leita til lögmannsins að þá er það þá bara ofta tíðum eru bara fastu taxti varðandi erfðaskrár, kaupmála og slíkt sko. Þannig að það er alveg hægt að semja fólk má ekki hræðast í raun og veru kostnaði. Nei. Og sko kostnaðurinn af því að bara rétt eins og kostnaðurinn því að kaupa reikskynjara er miklu minni heldur en því að byggja íbúðinu på nýtt.
kostnaðurinn við það að leita til lögmanns og fá aðstoð við þetta áður en allt komið í óefni. Er það ekki? Þetta brot af því sem að myndi kosta að draga allt í gegnum svæðið og 2 dómstig og leiðindi. Hvað kostar bara svona, ef við getum talað um svona hilluvöru að verðaskrá eða kaupmála eða einhverju svoleiðis? Sko, ég auðvitað fer það svolítið eftir flækjustígi. Sko, einföld erfðaskrá svona kannski milli 40 og 50.000 með virðisaukaskatti. En ef það kom eitthvað meira flækjustígi og líka kaupmáli, þá getur alveg verið kannski 100.000 kall. En það fer svona í raun og allt eftir flækjustígi. Hvað fólk að leitast eftir, hvernig vilja hafa þetta, en auðvitað fylgir ekki eingöngu skjalagerðin, heldur líka auðvitað bara ráðgjöf. Hvað þannig að ég hef oft orðið vör við það að fólk kemur og ég ætla að fá erfðaskrá hér, svo kemur í ljós að þau eru ekki að biðja erfðaskrá, þau eru að biðja kaupmál. Já, ég skil. Þannig að fólk kannski áttar sig ekki heldur á fyrst hvað að biðja og þá þetta bara nauðsynlegt að leita til lögmanns sem hefur þá þessa þekkingu að geta þá ráðlagt fólki og sagt ok, við gerum þetta svona og þannig að ég bara hvet fólk til þess að setja sig í samband og þetta velkomið að tala við mig ef við viljið til að bara leita til lögmanns og fá bara ráð. Akkurat. Og bara svona til að setja 100.000 krónur í lögmannskostnað fyrirfram í samhengi, hvað kostar að reka eitt gott erðamálið að skilna? Það getur verið nokkra milljónir. Já. Það bara málið. Fyrir hvorn aðila? Fyrir hvorn aðila. Þetta getur verið bara stór erfið ágreiningsmál eða þegar fólk mikil ágreiningur. Þetta getur hlaupað milljónum. Þannig málskostnað getur hæglega í raun að vera sérstaklega 2 dómstigum, getur kannski verið 5 milljónir á hvorn aðila. Þannig þetta marg borgar sig kannski 100.000, 150.000 kallinn. Þetta eins og sé fyrir eftir flækjusti marg borgar sig og það líka bara svona ákveð öryggi fyrir fólk að hafa þetta á hreinu. Það sem þetta vandinn að þegar maður ræða hjúskaparétt, erfðarétt og sambúðarétt, það eru svo mikla tilfinningar. Þetta ekki fyrsta sem þú hugsar, þú kynnist einhverju manni eða sem ung kona kynnist strák og engum manni og því fyrir að hefja líf ykkur. Þetta ekki fyrsta sem fólk að hugsa jána börn sem strák sem verið 23 ára, svo á ég stelpu sem 20 og komið með svona tengda börn, svo á ég fyrst yngsta dóttirinn bara 13 að vera 13. En og það sem kannski líka, þetta ekki það sem þau eru hugsa, að fara að stofna heimili eða eignast börn eða auðvitað kannski komin þessi svona kannski bara huga því að fara að kaupa íbúð eða byrja að safna sér. Þess vegna tel ég líka skipta máli að við foreldrar, að við séum duglega að upplýsa börnin okkar. Og auðvitað það auðvelt kannski fyrir mig sem lögmaður og auðvitað kannski svolítið lifi og hrærist í þessum heimi. Auðvitað ég, svo sem þetta samt laganemar sem ég að ala upp. Já, það ekki að taka það einmitt fram. Þannig að þetta börnin mín 2 eldri nú sjálfi í lagadeild Háskóla Íslands. Þetta mikið rætt þetta, en það sem ég gerir líka, kannski ég svona, þessi lögmenn nú stund alltaf afskipta sem, en maður kannski, maður meinar vel, að maður reynar að benda fólki á, hefur hugsa út í þetta. Og það sem kannski mesta hættan, þegar kemur á sambúð, í raun og veru. Það vegna þess að í raun og veru þegar þú gengur í hjúskap, auðvitað flestir gera það nú ást og... Hjónaband, giftir þig, basically. Gengur í hjónaband. Að þá ertu raun og veru líka að gera samninga lögur. Sko, ef við tökum alla rómantíkina og partíð út úr þessu, þá hjónaband í rauninni ekkert annað en sáttmáli milli 2 einstaklinga að deila peningunum sínum. Það raun og veru þannig. Ef þú strippar það alveg niður í grunninn, þá er það. Það nákvæmlega þannig. Þannig að ekki eingöngu að í raun og veru staðfesta samband sitt og ást frammi fyrir Guð og mönnum, heldur þetta líka í raun og veru bara samningur. Bara sáttmáli milli 2. Og auðvitað ákveðna skyldur sem hvíla eða sem hjón þurfa að hafa í huga. Ég að reyna að tala svona einfalt þetta. Í raun og veru það sem fólk þarf í huga þegar gengur í hjónaband. Fyrsta lagi þetta sameiginleg framfærsluskylda milli hjóna. Það þýðir það að í raun og veru hjón þurfa eiga að sjá fyrir hvort öðru. Og
og raun við tryggja það bara framfæslu fjölskyldum sinnar að bæði maki og börn í sig og á. Já, þetta svona mitt þitt og þitt mitt. Já, og það á að ríkja jafnræði, bara eiga að vera jöfn í hjónaskap, í hjónabandi, þau eiga að vera jöfn, sko. Og það sem ég fann svolítið merkilegt, það stendur sérstaklega í lögunum, sko, hjúskapulögunum, að vegna þess að við erum að tala fjármál, að það stendur hérna í 3. grein að hjónum skylt að veita hvort öðru upplýsingar bæðum afkomu og fjármál. Það bara þannig. Það bara þannig í raun. Áfrekningar skylda bara. Já, ég segi það nú ekki, en skilur það þýðir það, þetta eiga hjóna, ég ekki endilega að segja þau að vera með prókur og reikning hvors annars, bankareikning, það sé haft aðgang á bankareikningi hins, en þau þurfa, það í raun og veru, þetta þannig að þú átt að hafa vita sko í raun og hvað makiðin með í laun og raun og hvernig rást á fjármunum. En ef við tökum þetta einu skrefið tilbaka og aftur, eins og ég gerði fyrirvara við hérna í formálunum, það kann aldrei góðri lukka stýra þegar 2 lögfræðingar fara að setjast niður og tala hluti, ekki frekar en sko að lögfræðingum ólöstum, ekki frekar en 2 læknar eða 2 lögfræðingar eða 2 hagfræðingar, það fer alltaf sko, það fer alltaf út þúfur fyrir alla hinna sko. En ég samt að reyna einfalda. Já, nei, alls ekki sko, það bara vel gert, en það að hérna fyrir lögfræðinga þá svo sjálfsagt að tala svona hluti. Það eitthvað sko, það að hafa gengið í gegnum sveipugöngi sem lagana veru og lesið ógrunni af dómum bara það hvernig hjónabönd og parasambönd og erðamál geta farið algjörlega út þúfur, að það breytir aðeins sýn þinni á þessa hluti sem að ég held að fæstir aðrir hafa, og það kannski sko, það ekki bara, fólk á ekki bara erfitt með að taka upp síman og hringi lögmannin og segja hérna, heyrðu, ég þarf erðaskrá, ég þarf kaupmála og ég veit ekki hvað og hvað. Ég held að sé engu minna erfitt að segja bara, heyrðu elskan, eigum að hlusta á Moses Hightower og fara við fjármáluna. Hvernig kemst fólk yfir þetta? Sko það sem í raun og veru kannski reynir ekki mikið á það þegar fólk byrja að leigja saman og kannski byrja að stofna sitt fyrsta heimili. Ég segi þegar fólk kaupir sinni fyrstu eign, þá kannski tækifæri til þess að ræða þessi mál. Þetta kannski breytir ekki öllu þegar þú ert í hjónabandi, en það breytir öllu þegar þú ert í sambúð. Það vegna þess að það sem í raun og veru það sem fólk þarf fyrstulega að hafa í huga, að það eru ákveðin réttindi sem fylgja hjúskap. Það eru ákveðin lagabólkur, hjúskapolög sem taka á raun og veru allt sem snýra hjúskap. Líka raun og veru þegar þú skilur hvaða reglu gildum, hvernig það skipta eignum og skuldum, og en í raun og veru ertu bara þegar kemur að sambúð, þá enga regla, það engin lög sem taka á sambúð. Þannig þá í raun og veru gilda bara þessum óskrifar reglur sem dómstólar fylgja, og þá raun og veru skiptir öllu máli hver skráði fyrir eignum í sambúð, hver skráði fyrir skuldum, hvernig hver greiðir hvað. Þetta skiptir til dæmis, og það svo sem margir dómar sem taka á þessu. Ég kannski í raun og veru get komið með eitt dæmi sem nýfallin, eða það dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur sem nýfallin, það sem meðlans reyndi á það að þetta voru svo sem fólk sem þetta kynntist á svona miðjumaldri, byggu samt saman mjög lengi og annar aðilinn átti í raun og veru fasteign og eignir fyrir sambúðina, og það sem í raun og veru dómstóla horfa til fyrst, þetta var konan hún greiddi af öllu, hún greiddi hita og rafmagn, hún greiddi af öllum lánum. En maðurinn var eigna meiri í upphafi samband? Nei, það var konan. Það var konan, en hann þau byggu saman mjög lengi, samt í raun og veru, þó hann hefði greitt til heimilisins og keypt mat og slíkt, að þá reyndi á það hvort að hann ætti einhvern rétt í þessari eignamyndun, þar sem hann dó, maðurinn dó, og börninans töldu að þeir raun og veru töldu sig einhvern rétt í þessari eigni konunar. Og það sem kom í ljós, það sem maðurinn greiddi í lifandi lífi, greiddi aldrei á lánum, tók ekki þátt í viðhaldi. Hann greiddi ekki hita eða rafmagn eða fasteignagjöld.
að þá var í raun og veru þannig að átt hann engan rétt. Nei, þess vegna skiptir öllu máli, til dæmis þegar að ræða fólks fyrir í sambúð, ef að annar aðilinn kaupir eign og er skráður einn fyrir eigninni, greiðir á eigninni, greiðir fasteignagjöld og fleira. Akkurat. Og hugsanlega kannski oft samgónum milli aðila þar sem segjum svo kannski klassískt dæmi, maðurinn kaupir fasteign og er í raun við greiðir af henni, konan greiðir allan mat og alla framfærslu, sér leikskólagjöldin og svo slítaði sambúð, þá getur konan verið réttlaus. Vegna þess að dómstólar hafa oft hort á að taka þátt í raun og veru að greiða fasteigna niður með bara vera að leggja inn á greiðhluta á lánu. Og þess vegna skiptir máli sérstaklega að ræða sambúð, að fólk hugi vel að því. Þá er ég bara að tala þessi raun og veru þessi fjárskipti eða eignamyndun. Hver er skráður fyrir eignanum, hver greiðir á lánum, hver greiðir ekstra gjöld, eða þá er ég að tala hita og rafmagn og fasteignagjöld og slíkt, og raun og veru hver sér framfærsluna. Þetta verður það verður skipt öllu máli ef að fólk allar eiga íbúð saman að báðir aðalega sér skráði fyrir íbúðinu. Það er raun og veru, þetta er bara lykilatriði. Ég er hægt að leysa þetta einhvern veginn, sko, kaupmáli virka bara milli hjóna, er það ekki? Kaupmáli bara milli hjóna. En getur fólk í sambúð bara gert samling sín á milli sem ákveður hvernig fjármálum þeirra skuli hátta í rauninni? Það er svo sem í raun og veru hægt, en það er kannski sko í raun og veru það sem dómstólar hafa litið til þegar maður ræða sambúðaraðila. þá líta bara svo eins og þetta sé bara einstaklingar. Já. Og reglan er alveg svo út frá dómstól, bara dómafordæmum, þar sem dómstól hafa verið að dæma, er að sá aðili í sambúð, að sá sem á eigninnar tekur þar eignir, sem er þá þinglistur eigandi, og tekur sína skuldir. En auðvitað slíkur samningur, ef að segjum svo að maðurinn sem skráði fyrir eigninni, einn fyrir eigninni, og það liggur fyrir slíkur samningur, þar sem að segja að konan eiga 35%. Þá er þetta mjög sterk í raun og veru sterkt sönnunargagn í dómsmáli ef hún þarf að ganga á mannin. Já, þannig að auðvitað myndi slíkt hafa vægi. Akkurat. En ef að er ekki slíkt fyrir hendi, það er bara rauninni svo að þegar maður ræða, þegar verið að flytja svona dómsmál, þá eru dómstólar bókstaflega að fara ofan í hver greiddi hvað. Það er verið að fara ofan í bankareikningar. Þannig að það er bara vísayfirlitin eru bara opnuð hérna. Það er bara vísayfirlitin, bankareikningar og það er raunverulega verið að fara ofan í hver greiddi hvað. Bara svona hálfgerð krupning á sambandi. Það er alveg svolítið krupning á sambandi og það sem kannski líka við erum að tala þegar að ræða, auðvitað er þetta ekkit auðvelt að ræða þessi mál og þetta er ekkit spennandi, þetta er ekki eins og þú sagðir áðan, þetta er kannski ekki uppskrift á rómantísku kvöldi að ræða fjármál, en þetta er nauðsyn og fólk verður, og ég segi líka, ég hvet foreldra líka til þess að í raunum veru svolítið vekja athygli á þessu og líka við sem eldri eru að kannski að ræða þessi mál við börnin okkar vegna þess að mjög margir kannski þekkja aðeins sem hafa lent illa þessu og kannski bara vekja athygli á því að þau þurfa að huga þessu. En það sem kannski líka verður að hugsa svona þessi tímamót sem kannski tækifæri til að ræða þessa hluti, þá kannski ofta tíðum að þá kannski reynir þó sé erfitt að kaupa fyrstu íbúð í dag, þá kannski tækifæri þegar að vera að kaupa fyrstu eignina. Síðan líka tækifæri þegar börnin eru komin. Og það er vegna þess að í raunum veru það sem auðvitað er einfaldast og ódýrasta leiðin til þess að staðan fyrir að gera allar þessa samningu er að skrá ýmislegt fyrir sambúðaraðila, er raun og bara að gifta sig. Það er í raun og veru besta leiðin eins rómantískt og það er að ef allir að tryggja öll réttindi á börnunniðinum, þá er að gangi í hjúskap. Og hvaða réttindi er það þá sem er verið að tryggja? Það sem er í raun og veru, auðvitað ertu að tryggja framfærsluskylduna. Bæði fyrir þig og börnin þín. Þú ert í raun og tryggja ákveði regluverk í kringum, þá sé bara hvað reglur gilda ef þið slítið hjúskap. Það verður að tryggja það þegar annar hjóna eða annar aðilinn í raunum fellur frá ef hann deyr, hvað reglur gilda þá. Akkurat.
þá erum við komin inn í erfðalögin. Við erum að tryggja í raun og veru líka svo sem bara makalífeyri. Núna eru margir hverjir, ég ætla nú ekki fullir það en í raun og veru hefur það verið þannig að til þess að fá makalífeyri þá þarf það að hafa verið í hjónabandi. Hvað er makalífeyri? Þá er makalífeyri er það að þú sem flestir Íslendingar ef ekki allir greiða í lífeyrissjóð. Og þú ert í raun og veru í söfnunar bara samtryggingarsjóði. Þá ert í raun og veru að bara að leggja inn fyrir efri árin að tryggja þér á hver réttindi. Meðal annars laun eftir þú ferð á eftirlaun. Það er raun og veru framfærslu. Ef þú fellur frá að þá er í raun og veru það sem þessi réttindi þín, þú ert að ávinna réttindi, þú ert að vinna inn réttindi í þessum samtryggingarsjóðum, að þá ertu í raun og veru þegar ef þú deyrð þá fær makiðin eða börnin ekki þessi réttindi. Ekki nema þessi hjúskap. Ekki nema þessi hjúskap, að þá á makin oft á tíðum, oft á tímabundi í raun og veru rétt til þess að fá lífeyri úr þessum lífeyrissjóðum sem þú greiðir í. Þannig þá verður að tryggja það að auðvitað er þetta þannig samtryggingin, ekki það ég er nú ekki sérfræðingur í lífeyrisréttindum, en samtryggingin er þannig að þetta sumir lifa á, kannski fá engin lífeyrisréttindi, bara falla frá deyja ungir, aðrir verða 100 ára, þannig að það er raun og veru, þú ert bara að borga í eina svona híti eða bara í einhvern pott, þannig að og þannig í raun og veru, þú getur bara verið búin að borga lengi en þú far kannski lítið úr sjónum vegna þess að þú fellur deyr snemma sko. Þannig það er þetta verið að tryggja það að makinn fái þá lífeyrisréttindi eða makalífeyri úr þessum samtryggingarsjóði. Og þessi réttindi er ekki hægt að tryggja nema með hjúskap? Það er ekki hægt að gera samning um þetta? Nei, það er ekki hægt að gera samning um þetta. Þetta er einhverjum gert með hjúskap. Núna þekki ég ekki, ég held nú ekki að það sé neitt sem sko erfiðleikarnir við sambúðra í raun og veru sambúð er. Núna er oft verið að tala um það að af hverju ekki gilda sömu reglur um sambúð. En við hvað eigum að miða? Skráningu og samband á Facebook. Já, ég sem meina, eða þú skráir þjóðskrá. Ef við miða við það, ef við miða við þegar fyrsta barni kemur, ef við miða við það að þú ert búin að vera í sambúð 10 ár, skilur hvar allar að setja mörkin. Og það í raun og veru er ekki hægt. Þannig að það sem þetta skiptir þetta, ég segi ofta tíðum þetta reynir á þessa hjúskapareglur er þegar fólk skilur eða þegar makinn fellur frá. Og það er þetta, við kannski þekkjum öll dæmi það sem hefur reynt á þetta og það sem er kannski svona nærtakt dæmi er sem var nú hérna umfjöllunni í Fréttablaðinu, alls ekki fyrir löngu, það sem að ræða konu sem misti makann sinn og það lá fyrir að hann var svo sem átti ekki börn og en hún átti börn fyrir, þau voru ekki búin að gifta sig og voru ekki búin að gera erfðaskrá, það lá engin samningur fyrir og það sem er þetta, það sem þessi kona lendir í að þegar hann fellur að mér skilst að þá var hann bráðkvættur að þá í raun og veru er hún réttlaus, allar eignar skráður hann í raun og veru fasteignir, þetta var einhver eign út á Suðurlandi, út á landi, einhver bújörð og hann í raun og veru skráður fyrir öllu og þá kemur fyrst hann og engin börn og þá eru sko sískina hans erfingja. Af því það erfist í barna eða maka og ef það er hvorki börn og maki þá fer það til foreldra og ef það er ekki foreldrar þá fer það til sískina. Já. Þannig þess vegna þurfti þessi kona að í raun og veru þá höfða mála hendur dánabú mannsins, sá sem dó og í raun og veru krefjast eins og við segjum á lögfræðimáli hlutdeild í eignamyndun á sambúðartíma. Þannig hún vildi fá, hún sagði, heyrðu, ég kom hérna inn, við byggðum upp ákveð saman, ég laði mitt vinnuframlega peninga í þessu uppbyggingu. Var ekki arfur sem hún kom með inn í þetta á eitthvað? Jú, eitthvað svoleið sko. Og hún sagði, það er ekkert sanngjarnt að þetta renni allt til sískina hans. Ég er búin að byggja þetta upp. Þannig að þá er raun og fer af stað svona dómsmáli eins og ég tala sem geta verið mjög dýr, þar sem það þarf að fara ofan í nákvæmlega hver var eignastað fólks í upphafi áður en hóf sambúð, hvað stóð sambúðin lengi yfir,
hvort að hún hafi lagt fram einhverja peninga inn í þeirra samilu uppbyggingu og líka auðvitað ef kannski það var ekki þessu máli en ofti lítið til, voru að eiga samilu börn, voru einhver bein peningaframlög, þá ég tala bara pening og hún lagði inn, greitt hún af einhverju lánum, lagðum fram einhverju útborgun skilur, það að vera að horfa, raun og verið bara að vera að krifja líf þitt síðustu ár sko. Og það er að komast hjá allri þessari hringekju með því að gangi hjá. Já, það sem líka kannski í raun og veru kannski kemur veg fyrir eða fólk oft dregur það að gangi hjónaband að auðvitað hefðin svo að þegar við giftum okkur að það er oft haldin stór veisla stór og dýr helst. Stór og dýr veisla og auðvitað þetta fagnaðarefni og fólk vill gjarnan auðvitað halda upp á en áfanga en það gerir ofta verkum en þess að þetta á ofta vera svo fín veisla og flott veisla að fólk dregur þetta svo koma börnin og fólk dregur þetta en þetta kostar og þetta á alltaf að vera og það gera verkum ofta tíðum að þá bara vinst ekki tími til þess en þá kannski ertu bara hún gamall eða annar fellur frá eða fyrst það þetta alveg dæmi þess að fólk fellur frá bara ungt fólk fellur frá það sem auðvitað viljum við hafa þetta þannig að þetta sé þetta gaman að brúðkaupur skemmtileg algjörlega. En fólk það líka við hug og ég segi við fólk ég segi meina, fólk kemur til mín og segir Elva, fyrst á ég að gera hvað eigum að gera og ég segi stundum við fólk ég segi meina bara langa einfaldast fyrir ykkur ódýrast að bara panta tími hjá sýslumanni eða prestu að bara gifta sig það þurfa ekki að hugsa þetta en það sem kannski líka það sem þetta skipti máli líka og þetta kannski eignasta fólks, við erum að tala allt annað í dag heldur en kannski fyrir 20, 30, 40, 50 árum þegar kynsla foreldra okkar var kannski að stofna, gifta sig og eignast börn í dag fólk orðið eigna meira og í dag sjáum við það að dánabú orðin bara eigna meiri það miklu meira fyrst eignir í dánabúum þannig að fólk að fá fyrst bara það segjum svo að foreldra eiga bara gott einbýlishús skuldaði lítið kannski sumarbústað og eiga nokkru krónur í banka þetta hæglega getur orðið kannski 150 milljónir sem kannski skiptist milli 3 barna þá eru 50 milljónir á hvert þeirra þannig ég segi við erum að bara sjá miklu starri fjárhæð og það sem kannski líka oft bitbein í samböndum, bæði kannski í hjúskap og líka í sambúð það að fyrst ég fæ hérna stóranar 50 milljónir og þú fær bara 5 milljónir skilur á þetta vera séreign þess aðeins sem fær hvað gerist þér skiljið sko staðan svo að ef að það liggur ekki ég veit að þetta kannski flókið en til þess sko þá langar mig kannski aðeins að útskýra samkvæmt hjúskapalögum þegar við erum að tala eignir þá skiptast þær annars vegar í hjúskapareignir og séreignir og þess að flækja þetta enn meira þá líka sameign en ef við erum hugsa þar sem maðurinn skráður fyrir hjúskapareign hans þar sem konan skráður fyrir hennar hjúskapareign þannig að síðan og þær eignir hjúskapareignir koma til skiptana þegar fólk skilur þannig að það þarf að hafa í huga að þetta bara eign eins og eign mannsins, hann kannski skráður fyrir hann á íbúð, eiga hús saman og hann skráður fyrir íbúð þá kannski íbúðin sem leigja út hjúskapareign hans svo eiga kannski húsið 50% 50-50 og þá 50% hjúskapareign hans og 50% hjúskapareign hennar það sem það líka við huga og ákveðin misskilningur í hjúskap að hjón bera ábyrgð á sínum skuldum þannig ef að maðurinn fólk það líka að hugsa hvernig skuldir raðast inn í hjúskap að skiptir þetta getur verið þannig að ef að annar aðilinn tekur öll neyslulán þá getur haft áhrif í skilnaði þá getur annar aðilinn komið verið út úr fjárskiptunum heldur en hinn ef að maðurinn skráð fyrir öllum skuldum eða konan þannig að þú tekur skuldindar út
fyrst í rauninni með þér eða Nei, tekur þær úr raun og hjúskapareigninni? Það er raun og verið það sem gerist ef ég reyna að útskýra svo kallega helmingaskiptareglu, svona á einfaldan máta, að þetta kannski er erfitt þegar maður kannski, já, ekki... Þetta geta teiknað líka. Maður þarf að geta teiknað. En yfirleitt er það þannig, þetta er sett þannig upp að þegar fólk skilur að þá eru teknar allar eignir og allar skuldir. Og það er sett nonni er skráður fyrir þessum eignum og skráður fyrir þessum skuldum. Þannig þá eru teknar saman hans eignir og svo bara er mínus hans skuldir. Þá geta komið út kannski bara þess vegna mínustala. Akkurat. Segjum bara mínus 1 milljón. Akkurat. Konan, síðan hún Gunna, hún er kannski bara teknar allar saman allar hennar eignir sem hún er skráð fyrir og allar skuldir. Hún í raun og veru á 5 milljónir í plús. Þá er svokölluð helmingaskiptaregla samkvæmt lögunum þannig að nonni hann fær 2,5 milljón og Gunnar fær 2,5 milljón sem er þessi helmingurinn af... Skiptir helmingum hennar í rauninni. Já, en þú skiptir ekki mínusnum. Þú skiptir ekki mínustölunni hjá hann og nonna. Ok, þannig hann setur einn uppi með hann. Hann setur einn uppi, þannig í raun og veru far hann bara 1,5 milljón en hún fær 2,5. Ég skil þetta. Vegna þess að það er þess vegna skiptir öllu máli og fólk þarf líka þó að sé hjúskap, hugsa hvernig skiptum við skuldunum. Að það sé ekki bara nonni eitt sem tekur allir yfirdrætti eða er með alla vísakorsskuldirnar eða. En það sem er, ef við vík aftur að þessu, sko, þannig annars ver hjúskapareignir og svo eru séreignir. Og það gilda ákveðnar reglur séreignir. Séreignir koma ekki til skiptana þegar fólk skilur. Nei, það eru teknar til hliðar. Já, það eru teknar til hliðar. Og það sem við vorum að tala arfin, þess að þurfu kannski vilji hjá fólki að bæði foreldrar geta gert arf til barnanna sinna að séreign. Ok. Og það er gert með erfðaskrá. Þannig að við getum í raun og veru sem foreldrar getum valið það hvort að arfur væntur eða fyrst arfur sem kannski kemur til í framtíðinni verði séreign barnanna okkar. Og þá gilda bara sömu reglur séreignir eins og séreignir samkvæmt kaupmála. Síðan geta aðilar, það sé hjón, ákveðið að gera ákveðna eignir séreignir, sín á milli og gert samning og þessi samningur kallast kaupmáli. Og það er ýmsar ástæða fyrir því af hverju fólk er í kaupmála. Það til dæmis er góð ástæða ef að annar aðilinn, ef að konan er í áhætturekstri, er kannski með stóra búð og er kannski bara í rekstri og kannski þarf ekki annað en eitt hrun að það getur haft áhrif á rekstragrundvöll fyrirtækja og hugsanlega eru kannski einhverju sjálfskuldra ábyrgð á konunni vegna, þannig hún ber ábyrgð á rekstrinum persónulega. Hún getur borið persónulega ábyrgð. Til þess að tryggja það og þetta er þetta bara raunhaft dæmi, ég kannski bara almennt eins og gerðist í hruninu að auðvitað fóru bankarnir að ganga á í raun og veru ábyrgðir hjá einstaklingum og þá þetta skiptir þetta máli ef að fólk vil verja heimilið sitt, bústað fjölskyldunar að þá er ekkert að því að kannski sá sem er ekki í atvinnurekstri hans er skráður einn fyrir og er kannski þess vegna líka bara sem séreign. Þannig að gjaldþrot það fer ekki yfir hjónaband. Nei. Það er múr þar á milli við gjaldþrot. Þannig að helmingur hjóna, annað hjóna getur orðið gjaldþrota og hitt ekki. Nákvæmlega, það er raunhæft þetta er alveg bara raunhæft að það er hægt að annar aðilinn getur orðið gjaldþrota og þó að sé ekki séreign það máttu samt ef að fólki skráð 50-50 fyrir fasteign heimilinu að þó að konan veri gjaldþrota að þá samt ekki að ganga og eigna hlut mannsins. Akkurat. En aftur á móti þá þetta flækir það vegna þess að þá þarf maðurinn öllu líkindum að semja við bankan ef þetta er oft kannski ákveðandi lán að kaupa þá eigna hlut konunnar. En til þess að raun og veru tryggja þetta, sérstaklega verið áhætturekstur, það þarf þetta ýmislegt komið til að þá geta hjón gert samkomulag eða samning sín á milli sem kallast kaupmáli. Og þá þetta gilda líka aðra reglur varðandi ef annar aðilinn fellur frá og slíkt sko.
þannig að ég veit átta mig á því að þetta er kannski ekkit auðvelt að ná utanum en Nei, þetta svona kannski til að draga þetta saman þá þú komst af þessu ekki inn á hérna samegnina nema ég hafi Nei, en sameignin í raun og veru sameign bara eins og ef að fólk á heimili sitt fasteigna saman sameign í raun bara eins og hjúskapari Já, ég skil Þannig að þú getur átt sko annarkvort ef að oft flestir mjög margir skráðir báðir aðilar skráðir fyrir fasteigna þar sem búa það sameign Ég skil En eignar hlutur hvors mannsins hjúskapari og eignar hlutur konunnar í raun og veru hjúskapari Þannig að það sem við höfum í rauninni í þessu sko inn í menginu það eru séreignir sem haldið utan við skilnað í rauninni og þú tekur bara með þér óskipt þegar þú gengur út á hjónabandinu og svo eru hjúskapareignir og þær eru teknar til skipta milli þá hjóna En það sem kannski fólk verður að hafa í huga segjum svo að þú átt íbúð sem þú hefur eftir fengið arf eftir foreldra þína og samkvæmt erfðaskrá foreldra þá umrædd fasteign í raun og veru séreign þín segjum svo að þau ef að sú eign seld til þess í raun og bara stækka við sig kaupa bara hús, einbýlishús eða parhús eða raðhús eitthvað bara kaupa sérbýli eða bara stækka við sig og ef það í raun og veru þá getur í raun og veru eignin hætt þessi peningur sem hefur fengist úr eigninni sem var áður arfur og séreign raun og veru orðið hjúskapur Akkurat Fólk þarf að passa sig mjög í raun og veru þá að hugsanlega gera þá kaupmála það sem þá 20% eða kannski svo, sem nemur þá þessari eign sem var seld sem fór í Það var það tilgreint sérstaklega sem séreign okay. Þannig að fólk þarf líka að passa sig segjum svo að fengi hlutabréf eða bara peninga þegar fólk fer bara tekur peningin út og svo bara kannski fara í frí erlendis og þá þetta ekki lengur séreign þá getur ef þeir að ræða þegar fólk skilur þá getur ekki sagt já ég tók hérna 1,5 milljón út þegar við fórum til Flórida ég ætla að fá það sem séreign það virkar ekki þannig Hversu líklegt og hversu algengt að fólk svona raunverulega bara venjulegt fólk haldi þessu öllu saman við Ég held að það sé bara ekkert því miður það þó að ég segi við mína kuna að þegar verða eignabreitingar komu aftur og tala við mig að þá það bara fólk nú ekki alltaf að hugsa þetta sko. En það sem kannski líka í raun og veru að auðvitað svona við vitum alveg hvernig þetta við lifum bara okkar líf, við fáum okkur laun og við bara reynum að hafa í okkur á og þetta kannski ekki þetta fyrsta sem maður að hugsa þegar maður kannski bæði að í raun og veru að fara að fjárfesta eitthvað slíkt sko. og sko ef ég nota bara sjálfa mig sem mælingkvarða þá finnst meiri segja mér finnst þetta alveg svona einstaklega órómantískt að vera að fara við hvert fótmál einhvern veginn að fara að uppfæra kaupmála og svoleiðis. Það svo sannarlega sko þannig að í raun og veru þetta minni ég svo sem bara gift Þórarni Friðrikssyni löggiltum fasteignasala við erum svo sem verið gift nokkuð lengi auðvitað það kannski staðan svo að við eigum þessi 3 börn það eru alsískinni, ekki börn og fyrir hjónabandi fyrir samböndum auðvitað það kannski einfaldast á formið og auðvitað erum við ekkert alltaf að ræða peninga eða eitthvað slíkt og kannski minni þörf á því þú ert í hjúskap Akkurat. og það eru kannski ekki sjálfvirkara þar það og auðvitað kannski erum við auðvitað þetta öðruvísi þegar ég lögmaður og starfa við þetta og maður þetta kannski að hugsa meira og við þetta þegar ef við erum að fjárfesta þá hugsaum við meira hvor megin þetta lendir bara upp á sko ábyrgð og fleira en þetta mjög mikilvægt að ræða þetta hjá sérstaklega sambúðaraðilum og það sem kannski mér langar líka að koma að sinna við erum svo sem kannski eins búin að ræða það hvernig fer með eignir og skuldir þegar við ræða sambúðaraðila að það sem á kannski ekki gleymast bæði hjá hjónum og sambúðaraðilum að það sérstaklega ákvæði í tekjuskattsluganum að ef þú ert í skráðri sambúð og ert í hjúskap þá berðu ábyrgð á skattskuldum eða sköttum hins og það mjög margir sem flaska á þessu vegna þess að og þó sért í sambúð getur þú samt borið ábyrgð á þessu þannig sérstaklega að ræða annar aðilinn með rekstur og eigin kennitölu og kannski
er í smá erfileikum, meina við getum bara tekið dæmi núna, bara við erum öll að eiga við COVID og það er þetta margar atvinnugreinar sem er lent ítli í þessu, það er þetta úrræði stjórnvalda, ef stjórnvalda verður að bjóða upp á og frestun og skattgreiðslum og fleira, en hvað svo ef að kannski ef reksturinn, ef þetta gengur ekki upp. Þá getur það bara smitast yfir. Þá getur það smitast yfir og þá er staðan svo að í raun og veru að ef að þetta er kannski rekstur og eigin kennitölu, að þá getur makinn orðið fyrst ábyrgu fyrir skattgreiðslu. Heldur að fólk gerir sér almennt grein fyrir svona? Nei, fólk gerir sér almennt ekki grein fyrir þessu. Af hverju? Er þetta Þetta er raun og veru, þetta er sko fyrir utan það að tala um fjármál og þá tala um sko að skatta, þá er það nú bara enn þá tvöfaldast lengst í. Það tvöfaldast skiljur og líka bara þetta er nú ekkit mjög sko rómatísta fjall um skatta. Nei. Hvað þá, fyrst fjármál er eitt en skattar er annars sko. Ég held bara að auðvitað er ástin blindamann en auðvitað er þetta kannski, þetta er eins og þú sagðir Gunnar að þetta er stundum svolítið óþægilegt umræður. Óþægilegt, þetta er svona heita kartöflan, þetta bleiki fyllin í stofunni að fara að ræða þetta. Oft er þetta mjög viðkvæmt, þetta oft bara er kannski staðan svo að þetta lendir allt í rifrildi, fólk er auðvitað með að tala um þetta, hefur kannski ekkert sömu sýn og ofta er það þannig, bara annar aðalinn bara velur það að bara ekkert að hugsa um þetta, bara lifa hinum og stjórna þessu. Það getur líka verið hættulegt. Það getur líka nefnilega verið mjög hættulegt. Þannig ég segi, auðvitað ég er bara hvet alla til þess að leita sér ráðgjafar og kannski, vegna þess að ofta tíðum ég segi stundum að við lögmenn, við erum ekki bara lögmenn eða sérfræðingur okkur sviði, við erum oft líka tíðum sálfræðingar. Já, og auðvitað það sem kannski við lögmenn við höfum, við erum bara sjálf mannleg, við erum sjálf gengið gegnum ýmislegt. Og við erum kannski líka bara miðla út frá okkar reynslu og oft svona hvernig ég myndi gera þetta fyrst, og maður kannski líka, maður vanur að ræða við fólk í erfiðum aðstæðum og oft er bara gott að koma bara tveir að ræða við lögmann. Þá getur maður sagt, já, þannig hann hefur nú eitthvað til síns máls, já, hún hefur eitthvað til síns máls. Við skulum bara gera þetta svona, skiljur. Og fólk verður oft svo þakklátt fyrir að bara fá, já, ok, við erum bara komið með, við skulum hafa þetta bara svona. Við erum með ráðgjafa sem við getum treyst og stólað á. Og þá er þetta bara þannig, en það sem mig langar aðeins að koma inn á, sem er eins og þetta mál sem varðandi dóm, Héraðsdóm Suðurlands sem er nýfallin og auðvitað er þetta, fyrst þegar við þetta erum ekki eilíf og við þetta kemur á því að við kveðjum þennan heim og þó að kannski stundum gerist það skyndilega. En sérstaklega þegar fólk er í sambúð og sérstaklega eru lítil börn, þá verður að hafa huga í raun og veru erfðamál. Hvað ætlar að gera? Menna í raun og veru sambúðaraðili er réttlaus þegar kemur af arfi. Þó erðaréttur, þar sem þú hefur engan erðarétt í raun og veru eftir makaðinn, eða sambúðamaka. Þannig að svo undarlega stæða getur komið upp. Já. Að barnið þitt erfir makaðinn. Nákvæmlega, og það er ekki nóg, þú þarft að greiða barninu þínu leigu. Já. Segjum svo að kannski tekið svona, já, kannski bara dæmi, nota bara nonni, það er nonni og Gunna, eitt barn. Nonni átti kannski bara íbúð áður en þau kynntust, hún flytur inn, kemur lítið barn, svo bara kannski deyr nonni af slysförum. Þá er það barnið sem erðir íbúðuna. Og konan, hún Gunna, hún þarf að borga, vegna þess að sko, þegar börn missa foreldri, þá ert ekki auðvitað áttu en þá annað foreldri á lífi, en þú ert komið með sýslumann sem er yfirlöfurandi. Hann fylgist með. Þú getur ekki selt íbúðuna þá að barnið sér skráð fyrir íbúðuna nema að fá samþykki frá sýslumann. Og sýslumar hefur puttan í það hvað þú gerir, þannig þú þarft í raun og veru að borga barninu leigu. Þannig að það er þá rosalega í rauninni óábyrgt að vera ekki búin að ganga frá þessum málum þegar þessi staðir uppi. Sérstaklega þegar maður ræða fyrst þegar komið börn, en það er kannski líka að segja svo að eins og í tilviki, ef ég má vísa til þessa dóms í Héraðsdómi Suðurlands, þarna er þetta svo sem fólk á best aldrei kynnist, hann á ekki börn, hún á börn, að þú veist, hún flytur til hans, hann er skráður fyrir öllu og allt einu ertu bara eiga við sko
eru bara systkin hans erfingjar. Já. Skiljar. Já. Það er bara systkinin. Allt í einu þarf að vera eiga við heilan systkinahópum. Og það er líka eitthvað sem að ég held að fólk, ég ímynda mér að fólk gerir sér ekki endilega grein fyrir, að það er það að þegar þú stendur frammi fyrir svona spurningum og málum, þá breytist fólk stundum. Jú, en það sem maður kannski líka, ef ég má kannski koma inn á, er að sko, samkvæmt erfðalögunum, að þá eru ákveðna lögerðir. Það eru lögerfingjar. Það eru bara erfingjar samkvæmt lögunum. Síðan er tala skylduerfingjar. Já, einmitt. Skylduerfingjar eru maki, börn og niðjar. Það segja þú átt fyrst börn, barnabörn og barnabörn, eins og segir hérna. Já, og hérna er raun og veru og makin. Já. Þegar þú átt maka og börn eða annarkvort börn eða maka, þá máttu bara ráðstafa 1/3 með erfðaskrá. Einmitt. Þannig þú getur ekki eins og í Bandaríkjunum að þú bara ferði fílu út í börnið þín og gerðu þau arflaus. Og gerðu arflaus, sko. Þau getur bara svolítið erfðalögin og... En þú svo sem hefur alveg heimil til þess að taka 1/3 og segja bara að kattavinnafélagi fái 1/3, sko. Eða er raunum veru bara hundaræktunarfélagið eða þrastavinnafélagi, sko. Og börnin og erfingjar hafa ekkert það að segja. En ef þú átt hvorki börn né maka, þá máttu ráðstafa öllum þínum arfi. Og það sem kannski þessi maður hefði geta gert í þessu dómsmálinn sem við erum búin að nefna nokkuð orð, hann hefði þetta geta gert erfðaskrá. Þannig að við sagt bara konan ætti að fá allt, eða 50% eða 70% eða 10%. Þannig að með tiltölulega litlum tilkostnaði og litlu efforti er hægt að koma þessum hlutum bara á góðan stað. Bara tökum þetta sem dæmi. Þú þarft ekki einu sinni að fara að ganga svo langt að ganga í hjónaband, þó svo að það sé í mörgum tilvikum kannski einfaldasta lausnin. Og það sem er líka bara að við tala kannski eina erfðaskrá, bara einhverju 1000 kallar eða 10.000 kallar. Það voru hægt að koma vekk fyrir þetta dómsmál. En auðvitað er auðvelt að vera vitur eftir á og það er engin auðvitað, ekkert okkar vitum hvenær kalli kemur, skilur, þannig að en auðvitað þurfum að vera meðvita þetta. Og vítin eru til að varast þau. Svo sannarlega, og það er nú bara. En til dæmis, núna á þess að ég hefi lesið, bara sá það á Vísi eða MBL, að þá nýfallin dómur í Héraðsdómi Reykjavíkur, þar sem raun og veru eldri kona sem átti hvorki makan í börn, hún arleiddi vinkonu sína, öllum sínum arfi. Já, held ég að við lesið fyrirsögnina og myndateksta, mér sé líka, en ekki mikið meira. Nei, ég er svo smekk búin að lesa dómin, en þetta er bara svona klassískt dæmi. Þarna er kona sem átti enga skylduerfingja, hún átti ekki maka eða börn, hún mátti ráðstafa. Hún getur gert það sem hún vil. Hún getur gert það sem hún vil, og svo reyndi á hvort að í raun og veru, hvort þessi erfðaskrá hafi verið gild, og þetta eru mjög strangar formreglur sem gild erfðaskrár, þannig ég segi við fólk þarna úti, fyrst ekki reyna að gera erfðaskrá sjálf. Nei. Það eru svo stranga formreglur sem gild erfðaskrá, að þetta er einn samningur eða löggirningur eða sem þú verður alltaf að fá lögmann til að gera. Og þetta, ég segi þetta ekki vegna þess að ég er lögmaður, heldur eingöngu bara til að tryggja það að hún sé gild ef að láti reyna á hana. Þannig að það skiptir mjög miklu máli, en auðvitað er mjög margt og eins og við kannski búin að tala og það er auðvitað svona mörg bara, þú getur bara farið inn á dómstóla.is og séð alla dómana sem eru bara vítið til varnar. Og það er verið hægt mörgum tilvikum sérstaklega kemur á erfðamálum, hjúskapamálum, og bara sambúðamálum sem verið hægt að leysa með einföldum hætti og þá í raun og veru staðan fyrir að fara í dýr dómsmál. Og hægt að leysa þau áður en að tilfinningar og vanlíðan og illindi eru komin í máli, af því það hjálpar ekki. Nei, það hjálpar svo sannarlega ekki, en svo er þetta bara líka ofta tími hefjast, bara raun og veru bara samböndi byrja ofta tími snemma, skilur, það er engin, börni mín er ekki að hugsa þó að ég kærasta eða kærustu að hvernig við ætlum að skipa okkur fjármálum. Nei. Það er kannski ekki. Nei. Það er ekki efst á blaði. Það er ekki efst á blaði, en það er bara við hugsa allt annað. Þegar við hugsa það í raun og veru bara, bara þetta samband og svo bara framtíðin bara, hún er einhverstaðar langt í burtu, sko. Þannig að, en auðvitað eins og ég sagði, það eru svona ákveðnu
tímamót sem kannski að gefa fólki tækifæri til þess að huga að þessu, til dæmis þau kaupa fyrstu eignina og það þarf að hugsa, er það annar aðilinn að kaupa hana eða að kaupa saman, og hvað svo ef að annar aðilinn kaupir eignina, þá þarf kannski hinn aðilinn að huga því að framfærslun sé skipt og kannski hinn þeir sé þá að safna sér pening. Já. Þannig að það sé ekki að allir peningurinn fari ekki að kaupa sér íbúð sem bara maðurinn er skráð fyrir að konan. Sko. Þannig að það eru svona ákveðin tímamót, það eru að kaupa fasteign, það eru börn, þegar börnin koma og auðvitað skilur við eldumst öll og kannski þarf maður að huga því líka þegar aldurinn færist yfir að við erum ekki eilíf. Þannig að, og þetta held ég sér líka hluti, bara ætti að vera hluti að svona fjármálalæsi hjá í raun og veru bara börnum. Ég kannski ekki að segja að fara að kenna þetta í grunnskóla, en ég svo sem börnin mín, ég nú þessi 2 eldri, búin að fara gegnum menntaskóla og búin að fara í einhverju lífsleikn og ýmislegt. Ég ekki orðið vör við það að sé verið að kenna svona praktíska hluti. Nei, og það liggur við að það er svo mikilvægt þegar fjármál eru kend og fjármál eru rædd að þau séu að það sé einhver raunveruleika tenging. Fólk fær oft ekki áhuga á fjármálum og húsnæðismálum og húsnæðislánum fyrir en það stendur frammi fyrir fasteignakaupum. Þannig að það liggur við að það ætti að vera þú ættir að semja við manniðinum að bara láta fólk hafa heyrðu, svo skaltu farið við þennan tékklista, gerðu erfðaskrá, gerðu hitt og þetta og sama bara á fæðingardeildinni, heyrðu, nú eigið þið barn saman, þið þurfið að gera erfðaskrá, kaupmálagangi, hjónaband og allt þetta til þess að tryggja barninu ykkar og það sem það á. Það er bara ýmislegt þannig, en svo kannski langar mig bara aðeins að fara inn á, núna erum við kannski að tala um, þetta eru þessar reglur sem gilda, sem eru hjúskaparlögin hjúskap, að það eru ákveðna eignir sem þetta annar aðilinn getur gert kröfum að séu utan, sem kom ekki undir fjárskiptin, ef þau skilja. Það eru til dæmis, ef við ræða fyrst eignir vegna atvinnuþátttöku, ef að til dæmis konan er með lítið saumaverkstæði heima og saumavélar og dýravélar, þá má hún gera kröfum að það sé ekki, að það kom ekki til skiptana. Það sem kannski reynir mest á, þetta er kannski, ætla að nefna eitt annað ári, tala um það sem reynir mest á, líka til dæmis ef annar aðalum lent í slísi, fengi bætur, þá kannski er ekki eðlilegt að það er komið til skiptana. Nei, því þær eru hugsað til framfærslu viðkomandi út æfinu. Þannig það er ekki, ef hann fengi 50 milljónir í bætur, það er ekkert sanngjarnt að skiptast til helminga. Það er það ekki. Síðan er kannski líka sem tengist börnum, ef að kannski að ræða barn sem er fatlað eða kannski, þá kannski það er einhver tækjabúnaður eða einhver til þess að nauðsynlegt þess að halda heimili fyrir það barn, þá er hægt að halda það því þetta skipta. En það sem reynir oft mest á eru lífeyrisréttindi. Þess vegna skiptir líka máli er að auðvitað erum við, flestir eru að borga bæði eins og við tölum áðan, samtryggingarsjóðinn og svo erum við að greiða í séreignarsjóð. Þannig að þetta er tvískipt og það sem er sérstakt með séreignina, séreignarsjóðinn sem gildir ekki samtryggingarsjóðinn er að í raun og veru séreignin, hún erfist. Hún erfist, sem er það raun og veru. Ef á 10 milljónir inn á séreignarsjóði þá erfist hún til bæði maka eða barna. En það sem kannski líka skiptir máli að auðvitað oft á tíðum og maður hefur alveg séð það að oft er að myndast svolítið stór fjárhæð inn á séreignarsjóði og þetta er bara geta verið 10 milljónir eða marga milljónir sem eru að myndast og ef að kannski annar aðilinn er kannski launaherri heldur en hinn, ef að nonni er launaherri heldur en Gunna og greiðir þetta bara er að greiða kannski 4% í séreignarsjóðin og svo mótframlega 2% og þetta er svolítið fjárhæð sem myndast og hún Gunna, hún er kannski bara er þeirra val að hún kannski hefur sinnt heimilinu meira og þetta er bara þeirra samkomulag og hún kannski hefur verið í stopullu vinnu eða minni vinnu eða tekið sér fæðingarólof og fleira þá er hún kannski ekki að mynda sömu eign í séreignarsjóði. Og þetta skiptir mjög miklu máli ef að þau síðan koma á þann stað að þau skilja. Hvernig fer það með sér? Þá er það oft dómar, það eru margir dómar sem hafa fjallað þetta og það er nú nýfallin dómur í landsrétti sem er landstekja á þessu.
Staðan svo, þetta verður þó aðilinn eða hann nonni að gera kröfum að þetta kom ekki undir skiptin eða fjárskiptin og það þarf í raun og veru mjög mikið til þess að í raun og veru að lífeyrisréttindin komi undir skiptin. Þú getur, séreign. Það staðan svo að aðili getur labbað út með marga milljónir umfram í raun og veru hinn eða fyrst hinn aðilan. Nonni getur þess að labba út með marga milljónir umfram hana Gunnu bara vegna þess að hana meiri sérhagnarsjóði. Þetta verðist ekki sérstaklega sanngjarnt. Þetta ekkert sanngjarnt og þetta í rauninu bara vegna þess að svo sem heimild, þú getur gert kröfum að það sé haldið utan skipta en svo gerð sko ef þetta ósanngjarnt þá getur hún Gunna gert kröfum að hann greiði henni fyrir að halda sínu lífeyrisréttindum eða sérhagnarsjóði. Sko dómafordæmin í raun og veru bæði Hæstaréttur og Landsréttur hafa verið meira á þann veg að yfirleitt ekki fallist á það. Yfirleitt það að segja að þau komi eða það sé að hún eins og í þessu tilviki konan eða maðurinn fái einhvern í raun og veru bara endurgjald eða greiðslu vegna þess að hinn aðilinn fær meiri lífeyrisréttindi. Það að segja, það ekki, staðan svo, ef ég bara tekið það saman, að sá sem með meiri lífeyrisréttindum yfirleitt lappar út með þau sem hærri fjárhæð. Þetta getur munað mörgum milljónum. Þess vegna skiptir líka máli og þetta nú kannski ekkert þetta nú við erum alltaf að tala alltaf fleiri atriði sem nú ekkert voða sexy eða ræðum sko. Þetta líka bara oft mjög flókið. Já. Að vegna þess að sko þú þú getur kannski rætt fjármál og þú getur kannski gert eitthvað kaupmál eitthvað fleira en flestir gleyma þessum réttindum séreignarsjóðnum og þetta getur eins og segja muna mörgum milljónum á milli aðila. Þess vegna þetta heimild í raun og mörgum flestum lífeyrissjóðum að það sé hægt að skipta séreigninni. Bara þegar þú greiðir hann inn? Já, raunverð, þú getur gert samning þannig að það sé þá að hægt að skipta bara til skipti þá bara séreignin til helminga en það er svona aldrei heyrt það og ég hef heyrt ýmislegt. Já, þannig í raun og veru þess vegna kannski þarf fólk að huga að ef að annar aðilinn að mynda mjög stórar fyrst bara mikla séreign í séreignarsjóði að það sé verið að bæta hinum aðilum það upp með einhverjum öðrum hætti með einhver annars konar eignamyndun stærri eignarhlut skilur eða eitthvað slíkt sko að það þarf kannski huga að það þannig raunverulega þannig staðan að annar aðilinn sem mynda meiri séreign getur raunverulega lappa út með hana eða skilja. En hvernig fer bara með almennu lífeyrisréttindi? Er þeim skipt? Nei. Það bara mjög fljótt lögmenn svar aldrei svona rætt. Nei, sko ég kannski í raun og veru það sem þetta hafa margir dómar fallið þetta og þetta bara verið mikið það svona oft reynt á þetta í fyrir dómstólum. Sko auðvitað svokallar flugstjóradómar sem raun og veru oft alveg hefur verið dæmi þess að líka sameignin að aðilanum hefur verið bætta upp að annar aðilinn sem myndi lífeyrisréttindi, sameiginlegu lífeyrisréttindi. Já, okay. Það svokallar svona flugstjóradómar. Það sem kannski hafa verið mikil og góð lífeyrisréttindi oft flugmenn eru góð og mikil lífeyrisréttindi. Ég get viss með þessi sammála því sem ég segi þetta en ofta tíðum samkvæmt þessum dómum hafa verið mikil og góð lífeyrisréttindi og sem hefur oft verið marga milljónir og það kannski uppreiknað til dagsins í dag 10 milljóna eða 100 milljóna. Og maki þá með minni lífeyrisréttindi. Það dæmi þess að í raun og veru að Hæstaréttur hefur samþykkt að í raun og veru að sá aðili sem meiri lífeyrisréttindi bæti hinum það upp með einhverju fjárgreiðslu. Okay. En það mjög sjaldgæft og ég hef ekki séð alveg nýlega dóma Landsréttar sem hafa fallist á slíkt sko. Þó að sé mikill, ef að þú tækir í raun og veru bara eignir og skuldir og það búið skipta eignum og skuldum þannig jafnt sko þannig að báðir aðalegir raunverulega búið með sömu fjárhæð og svo annar aðaleg með lífeyrisréttindi upp á 10 milljóna það ekki sama sem merki ég hef séð það að annar aðalinn bara lappi jafnt með jafn miklar eignir út og svo annar aðalinn sem lappar út með það meiri með sinn lífeyri. Já. Þannig getur munað mörgum milljón.
þannig fólk, það svona ímynd sem fólk þarf að huga og það er mjög mörgu að huga nefnilega. Þess vegna það kannski, þetta heyri þið að ég sé svona kannski bara að romsa þessu upp og þetta kannski þetta bara minn heimur og þetta maður kannski búin að sjá mjög marga falla í einhverja pytti og maður veit svona hvað ber að varast og auðvitað hvetji fólk að kannski þetta bara huga að þessu og spurja þessari spurninga og kannski ræða þetta og ofta tíðum að fólk getur ekki rætt þetta sín á milli að fá einhvern þriðja aðila, lögmann eða eitthvað slíkt til þess að fara yfir þetta og þetta kannski líka skiptir mjög miklu máli það sem mér finnst kannski meira að fólk koma til mín þegar maður ræða svo kallar samsetta fjölskyldur. Þú komst inn á það hérna í upphafi að það fólk sem er með mest á hreinu er fólk sem er að gera þetta í annað sinn og búið að brenna sig. Það er eiginlega málið. En þar það sko, ekki nómið að bara persónulega flækjast í sé mjög hátt þar, heldur verður það líka miklu hærra hvað fara fjármál. Já, það verður það, vegna þess að ofta tíðum ef að fólk slítur sambúð eða skilur, þá þetta oft komið börn í spilið og ofta tíðum ef fólk bara ennþá ungt og kynnist öðrum aðila, þá þetta bara flækjast í orðið mjög hátt þegar þú ert að tala kannski hvor aðilum sig á kannski 2-3 börn og annar aðilinn kannski með eigna meiri heldur en hinn og hvað svo. Fólk þetta líka að huga því, menn kannski vill gifta sig, bara búin að búa saman og vill gifta sig og kannski þetta bara tryggja lífeyrisréttindin og afsrétt og fleira. Þetta getur verið mjög mikið flækjustið hjá fólki og það dæmi þess að sko, það þetta heimild í lögunum að þó sért í hjúskap að þá geta hjón ákveð að vera með svokallar séreigna fyrirkomulag. Þá þetta bara þannig, ég og mínar eignir skuldir, þú og þínar eignir og skuldir og mér raun og veru, við erum ekki með þessa fjárhagslega samstöðu. Jú, það þarf þá að gera raun og veru, þarf það afsalaðar arfi til þess að erfa ekki, sko. En þá í raun og veru bara með bara þitt fyrirkomulag, þú átt bara þínar eignir sem áttu fyrir, þú átt bara þínar skuldir. En svo líka dæmi þess að meðan þar sem það líka hafi huga að þó að fólk gerir kaupmála eða erðaskrá að þá það enginn að segja þess ekki hægt að breyta þessu. Nei. Þú getur gert breytt kaupmála, þú getur breytt erðaskrá þannig að þetta ekkert eitthvað, það ekki þannig að þú þarft að gera einhver erðaskrá og hún bara gildir þangað til bara lón og dón. Þú getur gert breytingu, þú mátt fella hana og gildi. Þannig það eitthvað, fyrst það getur verið lifandi skjal, það þarf ekki að vera bara í eitt skipti sem gerir erðaskrá í kaupmála, þú getur gert breytingar, þetta getur haft þetta sem lifandi skjal. Finnst þér, svona, sem starfar í þessu alla daga, finnst þér eins og lögin sem að gilda, lögin sem við vinnum eftir og lifum eftir, að þau hafi verið samin með annað fjölskyldumynstur og annan veruleika í huga heldur en þann sem að blasir við í dag. Er þörf á að uppfæra eitthvað í þessu? Og þá ég kannski ekki að horfa á sko, sambúðarforming, akkurat hvenær telst það, heldur þegar þú einmitt með hálfsystkini og samsetnar fjölskyldur og allt þetta sem að bara mjög flókið. Það mjög flókið, auðvitað sko hjúskapalögin frá 93 og auðvitað kannski margt, hefur margt breyst. Erðalögin aðeins eldri? Erðalögin 63 sko. Já. Nei, 62 fyrir ekki. Jú, þau aðeins eldri en sko auðvitað hefur margt breyst og auðvitað bara, við vitum að fyrst foreldrar okkar, það var þetta minna að fólk skildi, þetta var meira alsystkini, það bara var til tíðinda ef einhver átti barn utan hjónabands og allt þetta sko. Að mínu viti, auðvitað það svona kannski hjúskapuleg, mér finnst það alveg staðist tímans tönn og þetta hefur verið að gera breytingar, þannig að sko ég held aðalega bara það að fólk hafi ekki verið að nýta þar heimildi sem hjúskapuleg. Ég skil. Að í raun og veru fólk kannski ekkit bara flotið sofandi eða feigðar á sig það hefur ekkit verið að nýta sér þessa heimildur kaupmála, það hefur ekkit verið að nýta sér að slíta fjárfélagi og það getur kannski komið til að þú vil slíta fjárfélagi, þá þetta eins og hvað þýðir það? Að slíta fjárfélagi, það þýðir það að þú bara með aðskilin fjárhag. En það ekki, þegar ég tala aðskilin fjárhag, það ekki þannig að ég sé á mína bankreikning og þú og þína, eða ég og mín eign, þetta ákveðist, þetta þarf í raun og veru, þá í raun og veru ferði gegnum skilnað, fjárskipti,
án þess að þú sérst að skilja. Þannig að það er rauninni, það að vera með aðskilin fjárhag, þetta skiptir í rauninni engu máli fyrir en það kæmi til skilnaðar eða sambúðarsleita eða eitthvað svolítið. Eða líka bara það að annar aðilinn er í einhverjum skulda miklu meira. Já. Þá getur það skipt máli, mikla skattskuldir, það getur skipt máli. En það hefur engin áhrif á svona daglegt líf, daglega rekstur heimilis eða neitt svoleiðis. Nei. En þannig að það í raun og veru getur haft áhrif að lögum og áhrif þegar kannski á reynir að þegar við innheimta skuldir hjá öðrum aðila að eitthvað slíkt Þannig að það sem mér finnst í raun og veru að það vanti að fyrsta lagi að eins og þú og við erum kannski að gera með þessum þætti hér í dag að reyna að vekja athygli fólks á því að það er kannski ráðlegt að fara að huga að þessu og leita þá til lögmanns eða til þess að aðstofa sig og það er þetta hægt að byrgja marga brunna með því að... Það verðist nefnilega svona vera svona leiðarstefið í þessu. Ef fólk hugsa nógu tímanlega hlutina að þá þarf það ekki að lenda í öllu þessu skraki. Nei, og það er líka eins og í erðamálum og fleira skiljur. Þannig að það kannski fari að setjast niður og þó að ef að fólk getur ekki rætt saman að fá einhvern með sér þriðja aðila sem getur kannski aðeins svona rætt þetta með þeim og fara yfir þetta en mér finnst í raun og veru erðalögin þetta kannski bara síns tíma og ég kannski er svona þetta frá 62 en í raun líka þar skiljum en að það er ýmis úrræði sem eru til staða þetta er þrátt fyrir að við séum núna 2021 það eru samt þá ef ég maður þá samt er kannski verið þá hafa kannski ekkert verið svo miklu breytingar varðandi eða þörfa breytingum á þessum lögum en auðvitað má alltaf skoða þetta skilur að taka fleiri ákvæðin varðandi stjúpbörn fyrst það er nú gerðið ýmsa breytingar varðandi setja í óskiptu búi að setja í óskiptu búi þýðir ef að fólk er í hjúskap það er ekki hægt að setja í óskiptu búi ef það er í sambúðaræðli fyrst í sambúð en ef að makinn fellur frá að þá hefur þú heimild í erðalögum að sitja óskiptu búi það þýðir það í raun og veru að þú ert að fresta skiptum á dánarbúinu þá er raun og bara situr sá sem er í óskiptu búi hann er raun og bara tekur yfir allar eignir og allar skuldir og hann má svo sem og það sem er stór miskilningur og maður hefur orðið var við er að sá sem þegar aðili sá sem lifi lengur situr í óskiptu búi að miskilningurinn sá að hann hafi ekki heimild til þess að selja eða ráðstafa eignum eða hann getur í rauninni gert hvað sem er hann getur gert hvað sem er sá sem situr í óskiptu búi má selja án þess að spyrja börnin sín hann má taka lán án þess að spyrja börnin sín hann má fara í heimsreisu án þess að spyrja börnin sín hann má gefa gjafir án þess að spyrja börnin sín og ofta tíðum þetta kannski svona eldri börn finnst hafa mikla skoðanir á hvernig mamma og pappi ráðstafa arfi ráðstafa pening auðvitað það sem er kannski tala í lögunum er svona óráðsía það sem ég segi en það þarf bara rosalega mikið til segjum svo að þetta er kannski aðalega verið að huga því ef að aðilinn kannski er í óreglu fyrir spilakassana er kannski svona það þarf svolítið mikið til að það sem þú ert í raun og veru kannski bara ert bara að spreða en það er ekki verið að segja það þarf rosalega mikið til þetta er meira eða kannski óregla í gangi ef þú ert kannski bara drekkur heilu fastegnunar skilur en það er enginn að segja það er ekki óráðsía þó að þú bjóðir vinkoninni til útlanda þú mátt lifa lífinu þú mátt selja, þú mátt minnka við þig þú mátt gefa barnabarnunum gjafir þú mátt mismunna börnunum þínum að gefa kannski þessum dýrari afmælisgjöf hinum fyrst þú mátt gefa kattavinnufélaginu það eru allar heimildir þú hefur fullan ráðstöfunarrétt á öllum eignum og mátt skuldsetta þig en þú hefur ekki sjálfkrafa rétt til setu í óskiptu búi ef makinn fellur frá þá skiptir máli hvort þú sett stjúpbörn það er nefnilega og það er eitthvað sem fólk þarf að vara sig það sem er í raun og veru ef að að ræða allsískinni ef að eru allsískinni þá þarf það ekki samþykki barnanna þannig að ef
foreldrar sem eru saman, eiga engin börn nema hvort með þeirru, eiga 3 börn, þá hafa þessi 3 börn ekkert það að segja, hvort að pabbi eða mamma situr í óskiptu búi eftir að pabbi eða mamma falla frá. Það er bara gott að geta strikaði það. Ef það hins vegar eiga börn ekki hvort með öðru, þannig að ef mamma á barn með einhverjum öðrum manni, þá getur það barn farið að vera með vesen út af óskiptu búi mömmu minnar og pappa. Það sem ég segi við fólk við svona aðstæður, og þetta er svo sem orðið algengt í dag, eða algengara, er að fólk getur tryggt, vonandi þetta er ekki á flókið það sem ég er að segja, en tryggt set í óskiptu búi með erfðaskrá. Akkurat. Og það er til dælu einfalt. Það er mjög einfalt. Þetta er bara jafn einfalt og allar hinar. Já, þetta er bara mjög einfalt. Að raun og veru þá ertu bara að segja eftir andlát, sá sem í raun og veru lifir skemur, að þá eiga, fyrst hefur hinn sá sem lifir lengur réttis að sitja í óskiptu búi. Og þá búið að taka þetta úr sambandi. Þá búið að taka þessu sambandi. Þá geta stjúpbörn, hvort sem eru fullorðin ekki, hafa ekkert það að segja. En ef það er ekki erfðaskrá, þá geta, þegar við erum að tala um fjárráða stjúpbörn sem eru þá fullorðin, þau geta samþykta. Þau geta samþykta þó sé ekki erfðaskrá, þau geta samþykt, en þá líka heimild í lögunum að þeir geta líka fyrst gert kröfu að það búinu verið skipt síðar meir. Þannig að þau getur raun og dreigið samþykja sér tilbaka. Þess vegna er það miklu sterkara ef þú ætlar að tryggja setun í óskiptu búi að gera með erfðaskrá. Og þetta er það sem ég hef orðið vör við og fólk er að leita til mín, að fólk kannski eiga kannski 1 barn saman og ekki öll börnin saman. Að þegar kannski þú verður orðin afi og amma og fólk fara að hugsa út í þetta, að þá er raun og tryggja þetta. Og þetta er eitthvað sem fólk þarf að huga að. Vegna þess að svo segjum auðvitað er kannski vonandi flest viljum við ná háum aldri að þess að vera alltaf gömul eða gamall. Það sem er kannski líka skipti máli, fyrst það að annar aðilinn fellur frá, þetta getur haft gífurlega fjárhagsleg áhrif á þann sem eftir er, svo sem lifi lengur. Ef hann fær ekki setu í óskiptu búi. Já, vegna þess að ef þú fær ekki setu í óskiptu búi, þá þýðir það að þú þarft að gera dánabúi. Og þetta selja húsið, skipta því að milli barnanna. Já, þá þarft að selja heimilið þitt, þú þarft að losa pening og það er bara ekki allir sem hafa þessi fæstir sem að geta gert það. Þannig að þá, þetta er raun og veru varu og ráðstöfun fyrir þann sem lengur lifir til þess að geta búið bara án þess að þurfa að selja ofan að sér, búið í eigninni og svo getur sá sem kannski er alltaf valið það síðan meir að skipta búinu. Þannig að þetta er líka eitthvað sem fólk þarf að sérstaklega að ræða stjúpbörn, þetta er svo sem hefur ekkert að segja þegar að ræða bara alls sískinni eða bara öll börnin saman. En þegar maður ræðir stjúpbörn, þá skiptir þetta mjög miklu máli. Skiptir og það mér reikur minni til mála það sem við reynt á þetta, það sem að setja í óskiptu búi er samþykkt. En það samþykki hefur í rauninni verið véfengt, það hefur verið haldið fram að það samþykki hafi ekki verið rétt gert, vegna þess að viðkomandi var svo gamall þegar það var gert í erfðaskrá, að viðkomandi hafi ekki í rauninni, ég man ekki hvernig það var á sögum ellir hörleika eða eitthvað svoleiðis, það var bara sagt, þessi erfðaskrá, það var bara maður með heilabilum sem að gerði hana, við ítum henni til hlið. Þess vegna það hefur alveg reynt á. Gerðu þetta fyrir 50. Það er líka, fólk þarf líka að huga því, vegna þess að ofta tíðum er kannski fyrir fólk þegar orðið aldrum færist yfir og ofta tíðum kannski bara er fólk að fá einhver sérstaklega komin á fyrst svona orðið eldra, komin með elli glöp eða kannski hugsar ekki eins skýrt. Þetta er nákvæmlega rétt sem hún segir, fólk þarf að huga þessu með heilsan lifir, aðalega andlega heilsan. Vegna þess að það er þess vegna eru samkvæmt formreglum erfðalagum erfðaskrá að þá er það annarkvort, þá er mjög stranga formkröfur varðandi vottun erfðaskráa, annarkvort er það 2 arfleyslu vottar eða þá í raun og veru sýslumaður sem lögbókandi vottar erfðaskrá. Hvað er arfleyslu vottur? Arfleyslu vottur er þá raun og veru aðili til dæmis ef fyrst það er gerð erfðaskrá að þá eru fengnir 2 aðilar sem votta, það með ekki verið börnin, ekki maki, ekki tengdir aðilar, kannski vinkona eða vinur eða læknir eða eitthvað sem vottar enginn sem á einhverja fjárhagslega hagsmuni undir af plagginu, basically.
þannig að það raun og veru sem vottar að þú sért, eins og maður segir góður íslensku með full FM að þarna sért bara í raun og veru þannig andlega heilsan þannig að þú gera grein fyrir hvað þú ert að gera að þú sért heilsu andlega, að þú sért ekki undir áhrifum eða einhver andleg veikindi sem hafa áhrif á það sem í raun og veru erðaskrána eða efni hennar. Þess vegna segja, og þetta alveg rétt sem hún segir, að þessi fólk verður að gera þetta meðan heilsan leyfir og ekki gera þetta á dánarbeði. Þetta eru ákveðnar reglur um dánargjafir og slíkt, en þetta langt best að það sé raun og veru bara gert þegar fólk svona með heilsu og bara ekki orðið of gamalt þess átt að sjá því hvað það gerir. Og ég segi líka, og ég kannski svona hrein og bein og þeir sem þekkja mig að ég vil bara Þú hlýtur að vera með allt þitt algjörlega á þurru, annars bara vísa ég á þig. En sko við erum þetta, ég þarf að játa þetta, sko lögmenn oft eins og smiðirni, sko. Já, ég mitt. Það allt fúskað, kokkarnir sem nenni ekki elda heima. Ég ekkert að segja það, auðvitað erum við með aðalatriðin á hreinu. Já. En ég get ekki sagt að lögmenn séu alltaf með allt skriflegt, sko. En auðvitað í svona tilvikum þetta fyrst hef ég sjálf huglegt hvort að ég gera erðaskrá eingöngum vegna þess að svo sem þetta eigum við börnin saman en eingöngum vegna þess að við erum bæði við hjónin búin að missa foreldra okkar og við eigum dóttur sem bara 13 ára og hvað ef, og eldri börnin okkar eru ekki orðin það gömul, hvað ef við föllum, fyrst ef við bara deyjum í slysi, ef við bæði föllum frá á sama tíma, hvað verður þá dótturina skilur þannig að yngstu dótturina maður oft hugleitt þetta vegna þess að yfirleitt með erðaskrá að það liggi þó fyrir hver að fara með forsjá hennar og eitthvað slíkt auðvitað eldri sískinni orðin lögráð en þau kannski eru vill ekki 23 ára að fara að díla við það nei, nákvæmlega væri foreldra með sig sko í þessu tilviki þannig ég að segja en þetta þannig ímislegt svona sem kannski fólk það ekki eingöngu bara í erðaskrá það ekki nákvæmlega að segja hver að fá hvað það má líka alveg segja erðaskrá hver að fá þetta málverk og hver að fá hitt sko, ég kannski ekki að tala um það að Jóna að fá 12 bolla og hinn að fá 12 diska en ég tala um svona stóra hluti sem hafa tilfinningilega gildi og auðvitað sjálf það að hafa sjálf mist foreldra svo sem voru þau ekki gömul bara 60 ára og 69 þetta engin aldur sko þetta engin aldur og sjálf hefur gengið gegnum það að svona kannski skipta dánarbúi og þetta kannski líka það gefur mér ákveðna dýpt að ég sjálf fari gegnum sorgina ég sjálf svona fyrst þekkja hvað þarf að passa bara út frá minni persónulega reynslu að það kannski svona maður hugsar öðruvísi hvað ef skilur og líka bara ofta tíðum það sem maður hefur séð að það ofta ekki alltaf stæstu hlutirnir sem eru ofta ekki vandamál að skipta peningum mesta vandamáli ofta að skipta þessum tilfinningalegu hlutum og það stóllinn sem mamma satt alltaf í eða vasin sem var alltaf í eldhúsglugganum eða eitthvað svoleið sko það engin ráðleg fólki að í raun og veru tala við börnin sín og þetta það ekki alltaf hægt þetta kannski samskipti fólks eru misjaflega góð að segja svona stóru fyrst bara stæsta fyrst ég vil að Gunnar fá þetta og Jóna fá hitt og Gunnar fá þetta og Elva skilur bara að segja svolítið og líka fólk sem svona samsetta fjölskyldur að þegar að gera erðaskrá að börnin séu svolítið líka upplýst og þau séu bara, fyrst ég ráðleg fólki ef þú ert að gera erðaskrá, láttu börnin vita að þetta er minn vilji fyrst ég vil þetta er erðaskrá, ég geima hana þarna og þetta er bara þannig þau kannski oft útskýr en þess að erðaskrá, hún oft ekki svona það ekki mörg orð í erðaskrá þú ert ekki þó maður reyna að skrifa fyrst hver er vilji þá þetta ekki þannig að þú setja að skrifa vegna þess að hún fyrst skilur þú ert ekki alltaf að útskýra af hverju að Arláti vilja að þetta sé svona það er oft bara gott að geta að tala við börnin sín bara sagt, þetta er viljið mín ég kannski læt hann nonna fá 1/3 vegna þess að hann kannski þeirri stöðu hann að glíma við veikindi þess vegna vil ég að þetta sé kannski mín leið til þess að hjálpa honum þetta þá fyrst börnin þau skilja þetta flestum tilvikum skilur að vegna þess að í raun og veru það sem við líka séð að
orðatiltæki margur verður aurum api Akkurat. svolítið, maður sér þetta svolítið í raunveruleikunum. Alrangt. Það mikið til í þessu orðatiltæki, þetta svona... Þetta breytist. Fólk þú breytist, sérð einhverja nýjar hliðar á fólki sem þú vissir ekki að það ekki til. Ég segi í raun og veru veist ekki við hverju fyrst þú þekkir ekki sískinniðin fyrir þú varst raun og búin að skipta dánum. Þú kynnist ekki maganuðinu þegar þú skilur það. Nei, en það kannski líka oft verstu við skilnamáli eru þau að þú þekkir magaðin svo vel að það gerir oft þessi fjárskipti bara erfið vegna þess að þú þekkir alla veiku punktana, veist nákvæmlega hvað þú segja og gera til þess að gera hinn brjálaðan og fyrst þetta hans öðruvísi þú bara eigið fastan að viðskiptum. Akkurat. Það eitthvað ágreiningur gallan. Það ekki þó þessi tilfinningar, það ekki samt þessar sömu tilfinningar. Fyrst aðilarnir þekkist ekki eins vel eins og þegar maður ræða fjárskipti eða sambúðamáli eða erðamál. Þess vegna í raun að vera kannski, að hvað var ég að tala um? Þú veist að tala um erðaskrár og mikilvægi þess að útskýra hlutina. Já, og eins og segi, ég bara afleik fólki að bara tala við börn sín, ræða sem á líka fullorðnir fyrst foreldrar. Ég ekki bara að tala um þegar kannski fólk að huga að tryggja í raun og veru framfærslu fjölskyldu og barna með því að gifta sig eða gera erðaskrá eitthvað slíkt. Við erum líka bara að tala um, fyrst það oft svo miklar eignir í spilinu. Að það bara mjög hollt að fólk setjist niður, líka foreldrar, fullorðina barna, að ræða þetta og líka sé það bara alveg ljós vilja þeirra og það sem kannski börn þurfa líka að við huga. Það sem ég segi mjög oft, fyrst sem barn áttu engan rétt á arfi. Það ekkert lögbundið að þú rétt á arfi. Það ekki lögbundið, það ekki hvergi kemur fram í lögunum að foreldrinu þurfa að skilja eftir sig arf. Þau geta gert hvað þau vilja við peningarna sína þau geta gersanlega bara eitt öllu og átt kannski fyrst bara fyrir jarðarförinu. Þú átt engan rétt á arfi. Ekki fyrir viðkomandi fallin frá. Nákvæmlega. Þannig þess vegna þarf kannski líka bara fullanum börn að þess að hugsa sinn ganga að fyrst að það margir, ég hef alveg séð það að margir bara að hugsa þetta peningur minnskilur. Það bara ekki rétt. Það ekki rétt, þannig að þá byrja að vera að setja einhverju takmarkanir á aldra foreldra, þú mátt ekki gera þetta, þú mátt ekki gera hitt. Já, það gengur ekki. Og það gengur ekki, þannig að þess vegna segi ég alltaf, auðvitað það sem mikilvægast í öllu, þetta góð samskipti, að fólk tali saman, að foreldra tali við fullorðin börn sín og það kannski líka oft svona, við vitum bara að það oft þessi kynslóðskipti, oft við sem foreldrar, við höfum ákveðin svona, hvernig ég orða þetta, svona kannski þessi ríkjandi kynslóð, síðan þegar við eldumst og verðum öldruð og þá kannski börnin okkar búin að taka við sem kannski þessi ríkjandi kynslóð og við kannski aldra foreldrar og svo oft háðir fullorðnum börnum sínum. Og það oft erfitt kannski að fara sem aldraðir einstaklingur að fara í þessi mál þegar kannski þú svolítið háður börnunum þínum og þeir hafa kannski að hafa skoðan á því hvað aldra foreldrar gera með erðaskrá. Þá kemur þessi hætta að erðaskrá verði einhverju fara að efast gildi hennar vegna þess að einhverju hafi hjálpað þér við að setja hennar saman. Já, þess vegna skiptir mál og það kannski líka lögmar á að vera þessi trygging að það sé það sem ég geri ef að svoleiðis, þá vil ég bara tala við viðkomandi einan. Fyrst, að raun og veru ekki að hafa fyrst börn eða með, ég vil fá að heyra bara hver vilji þinn og raun og veru auðvitað það sem skiptir öllu máli, þetta trúnaðarskylda sem ríkir á lögmönnum þannig að allt sem þú segir lögmanni, hann bundinn trúnaði, þannig að ef að aldraðar einstaklingu fyrir að segja lögmönnum ég vil nú eiginlega ekki hafa svona, það á lögmannin að vera svo varnagli að þá ekki sem erðaskrá eftir vilja barnanna. Nei, þannig að það kannski líka að við eigum þetta að vera þessi varnagli fyrir fólk og þannig ég ráðleg fólki að gera þetta svona ekki of seint. Huga þessu þó þetta þegar börnin að fara heiman og það enginn að segja að þú getur ekki breytt erðaskráni. Nei. Það bara að hafa þetta tímanlega ef eitthvað kemur upp. Svo getur alltaf bara breytt Þannig að maður kannski líka að hugsa að fólk líka bara kannski fyrst, svona eins og segið var nú hérna í blöðunum
ég má bara vísa til þess sem þetta svona kannski opinbert Akkurat. að þarna var fyrirspurn, var ekki Smartland, það var svona fyrirspurnum öldru hjón sem voru að selja æskuheimili og voru að fara að minnka við sig og hvernig þetta standa því í raun og veru að var þetta innbúið og fleira og þetta kannski bara svolítið klassíst, þetta kannski bara það sem gerist bara á mörgum stöðum og auðvitað það bara ýmislegt sem gerist og auðvitað kannski átt ekki jafn góð samskipti við öll börnin það ekkert alltaf sjálfgefið og hvernig á fólk að snúa sér í þessu skilur og það auðvitað bara það sem lögin segja fyrst, auðvitað lögin segja eitt og svo kannski þína tilfinningar skilur, þú vilt auðvitað halda börnunum þínu góðum, þú vilt gera þetta í sátt og samlyndi við börnin og oft getur þetta verið bara mjög erfitt sko. Þannig að lögin þetta segja að þú mátt bara selja og bara þess að gefa góðu hirðinum bara öll málverkin eða þú vilt það eða bara selja þau og nota peningana en ég svona kannski það sem við erum meðvirkir sem fyrst foreldrar oft meðvirkir það sem oft í svona tilviki auðvitað myndum að kannski segja þessum hjónum að auðvitað bara þú ræðir hvað þú gerir að þú í raun og veru bara þarf bara að taka ákvörðun ég vil að Gunnar fái þetta ég vil að Palli fái þetta og svo bara þetta bara ekki til umræði frekar sko og bara það raun bara fullanum börn þið hafa líka ekkert með að segja þá má pappi selji húsið heimili eða hvort að Kjarvalsmálverkinu sé selt auðvitað með að fullanum börn koma með óskir eitthvað slíkt og mér finnst ekkert að því að foreldra ef ég sem foreldra maður svona takir tillit í þess að vera eitthvað sérstakt en maður að reyna að segja fólki fyrst, þú ert fjárráða þú hefur allar ráðstöfunarrétt þér ber ekkert að fara eftir því sem börnin segja að hvað börnin vilja, þetta þinn vilji þeim bara kemur þetta bara ekkert við fyrir en þú ert farin og þetta finnst mér vera mjög ríkjandi sérstaklega þegar annar aðilinn farin dáin sko. Það af gamla fólki þá þetta oft þannig sko þegar núna mamma dáin fyrst þetta móðurarfurinn minn pappi þú mátt ekki gera þetta þetta móðurarfurinn minn þú mátt ekki ráðstafa mínu móðurarf það ekki þannig staðan svo að allamis bara aðili sem á kannski 100 milljón krónur í raun og veru bara bú sem þarf ekki að vera meira en einbýlishús nei, bara fyrst og svo bara fellur bara annar aðilinn bara deyr og maðurinn konan situr eftir það enginn að segja að þegar gamli maður deyr að hann þurfa að skilja eftir sig 100 milljónir það geta verið 20 milljónir geta líka verið 300 milljónir ég bara segi sko það engin þú átt enga rétt og þetta oft svona stór miskilningur sérstaklega í þegar fólk situr í óskiptu búi það að börni telja sig að eiga einhvern rétt og það kannski oft líka bara kannski ráð þetta kannski tala ég eins og bara fyrst, þetta þetta bara hlutverk lögmanna þetta þetta bara sem við lögmannir með að vita alveg leiðbuna fólki og ofta tíðum líka bara lögmar ákveðin vörn fyrir fólk vegna þess að þetta erum við á þeim staða að við þetta berum á bara ábyrgð og þess að líka gott að lögmar gera erfðaskrá bæði þess að tryggja formið og líka tryggja það að viljið þinn komi skýrt fram vegna þess að þegar reynir og erfðaskrá að þá viðkomandi lögmar kallað til sem vitni fyrir í dómsmáli ef það reynir á og þá í raun og veru þá handi frásagnar hvað í raun og veru var hver var raun og veru vilji hann getur fyllt inn í það sem ekki stendur kannski hann getur fyllt inn í þess vegna þetta líka vörn og hann þetta bara ótengdu skilur og svo höfum við bara ákveðna skyldu bara sem lögmenn að í raun og veru bara vinna eftir bestu samvisku og efla rétt og hindra órétt skilur þannig að ég held nú bara að lögmenn í raun og veru á reynir þó að þú gerir þetta fyrir frænku eða frænda að þau segi satt og rétt frá skilur að þetta hafi eða sé vilji sko þannig það í raun og veru margt að varast og auðvitað þetta frumskófur þetta flækjust í þessu en með aðstoð góðra aðila og þá lögmann í þessu tilviki vegna þess að við erum svo sem kannski inn á svona þessu réttasvið sem kannski sem lögmenn koma að og þetta hlutverk okkar að þá get ég eiginlega fullyrt að það raun og veru hægt að leysa allt þá ég að tala að í raun og veru að ef að fólk fyrst leita til lögmanns að þá hægt að
finna út og setja þetta í réttan farveg að ef að þú segir ég vil hafa þetta svona að þá það lögmannsins að finna leiðirnar, hvernig við gerum þetta og það yfirleitt að tryggja, það ekki nægilegt að bara tryggja að það sé sett eitthvað niður á blað, heldur líka bara tryggja lögmæti að þetta sé rétt gert og þetta standi fyrir dómstólum. Það þetta kannski líka skiptir máli sko. Ekki bara það að þetta sé skrifa á serjötu sko. Þó það getur nú alveg verið líka gilt sönnunargagn en ég myndi ekki vilja láta reyna á það sko. Nú sólin að setjast hérna á okkur hérna út á Granda og það þá kannski viðjandi nú þegar við erum farin að tala töluvert um erðaskrár óskipt bú og þá einmitt svona lífslok þarna í þessu það fara að síga á seinni hlutan í þessu hjá okkur en ef þú myndir kannski að lokum ef við skiptum ævinni svona fjárhagslegri ævi upp í það annars vegar 20-30 hins vegar 30-50 og svo 50 til upp úr hvað það mikilvægasta sem fólk í þessum 3 aldursgeirum á að gera til þess að passa upp á að lenda ekki í svona þessum mestu, algengustu og stærstu og óþægilegustu vandamálum sem þú tekið talið hérna upp. Við byrjum á yngstu og endum á þeim elstu. Sko það sem í raun að veru kannski skiptir máli fyrir yngsta hópin þú ert að hefja lífið, þú ert að yfirleitt að kaupa þínu fyrstu fasteign, þú ert í raun að veru þetta sá aldurskeið sem fólk oftast svona mest skuldsett. Þannig að það sem fólk þarf að huga þetta eins og ég kom inn á áðan varðandi fasteignir ef að fólk gengur ekki hjúskap að þau geri þá eru meðvituð hver skráði fyrir fasteigninni, hver þinglýstur eigandi, hvernig greitt af fasteigninni, hver greiði hvað og þetta líka þegar bara hugsanlega bæði ef að þegar börnin koma ef þau ekki í hjúskap þetta það sem við tölum að það eru öll þessi hjúskapnum fylgir svo mörg fyrst réttarhár, fylgja svo mörg raunum réttindi þetta líka skildur en það bara svo réttindunum miklu meira heldur en kannski þetta eru skildur en það kannski bara svo margt sem fylgir hjúskap sko. að ráðleggingin sé bara gættu í hjónaband það er raunum verið bara það er ekki býða með það ekki býða eftir að geta tekið veislu hérna í Kaplakrika fyrir 4 milljónir heyrði sýslumanni og ég átti sko mjög gott vinapar mitt gerði þetta einmitt svona það hérna gekk í hjónaband og leiði það skýrði barnið sitt svo var hann steggjaður og þá enn eftir að halda brúðkaupið þannig að þau gerir þetta alveg í hárréttri röð með hvernig nákvæmlega og það er kannski það sem maður segir en ef að kannski ástæði ef að fólk gengur ekki í hjúskap segjum svo annar aðalinni gjaldþrota þá kannski þarf maður að huga því en kannski ekki alltaf rétti tíminn svona fjárhagslega gangi í hjúskap en minnst ef það ekki besta sem gerir þetta bara giftaði næst besta í raun og veru að giftir þið ekki í raun og veru að tryggja þá í raun og veru bara huga vel að hver skráð fyrir hvað eignum hver skráð fyrir hvað skuldum og í raun og veru gera erðaskrá tryggja þá ef að komi barn að að makin við þá 1/3 og auðvitað þetta líka það sem maður þarf að huga aðskilur bara varðandi skuldir að fyrst maður verður þá maður sé ungu þarf maður líka að hugsa hvað ef annar fellur frá hvað verður þá skilur auðvitað margir sem kannski bæðivarandi lífeyrisréttindin auðvitað það erfitt að tryggja það nema með kannski að fólk gifti sig líftryggingar að fólk sé þá kannski líftryggja sig og rétthafi sé þá hinn aðilinn eða makiðinn sko þannig að það sé það bara verið að tryggja líka huga hvað ef og auðvitað það ekki spennandi að hugsa hvað ef auðvitað kannski svona aldurskeiði svona millið 30 og 50 eða eitthvað 35 allt í, hvað maður að segja, allt í blóma það er uppgangur og þá auðvitað kannski það sem þetta fólk verður auðvitað sérstaklega fólk, þetta kannski aðalega, þetta verður hjúskap þá kannski þetta kannski það er ekki mikið meir það að segja þannig að ef þú klúraðir ekki öllu milli 20 og 30 það er til bara svolítið góð málum ætti að vera nokkuð góð milli 30 og 50 en auðvitað það sem skiptir máli auðvitað ef að fólk kannski með séreign eitthvað slíkt að það hafi og kaupmáli að það kannski hugsa þá að endurnýja kaupmála endurnýja erðaskrá eitthvað slíkt og auðvitað líka þá bara bara fyrst í raun og veru kannski sérstaklega það sem fólk þarf að huga ef að það fyrir í nýtt samband
eins og við erum búin að fara yfir að þá kannski þær pælingar á þessu aldurskeiði og þannig þá þetta kannski þarf að fara að hugsa upp á nýtt, hvernig ætlum við að hafa þetta, erum við gangi hjúskap, tryggja í raun og veru, fyrst ef annar alveg meira eign en hinn minni, ef ekki sami fjölda börnum, það þarf að hugsa þetta, þá þarf þetta að fara aftur þessar pælingar, hugsalega með erðaskrá eða hver skráð fyrir hvað eignum, eða þú gengur hjúskap, hvernig allir raun og veru þá bara að tryggja að sé jafn arfsréttur milli barna, hvernig, fyrst þetta er raun og veru bara þetta sem við erum búin að fara yfir. Og síðan þetta elsti aldurshópurinn, þá ertu kannski komin meira inn í líka erðaréttin. Já. Þá ertu komin út í þessa erðaskrár pælingar og fyrst í raun og veru bara að tryggja það, eins og segi bara fara yfir, svona undirbúa. Þetta þó sé ekkit spennandi að segja það, bara það í raunum verið bara hafa í þessu huga hvað þegar ég fell frá. Hvað gerist það? Ganga frá þínum málum, hnýta lausa enda. Og það þetta bara, mál það sem að þarf líka að hafa í huga og það þetta, víst, margir hverjir eru kannski fjárhagslega vel stæðir, eru með fyrirtæki, víst, að huga líka að fyrst hver skráð með prókuru. Hver með prókuru fyrst bara bankareikningana. Hvað ef að þú ert með sikkert bankareikningin? Vegna þess að staðan svo að þegar aðili fellur frá, þá lokast allir bankareikningar. Já. Þetta getur þú síðan farið aðgang á bankareikningi. Þetta gerist þegar amma fjall frá. Það bara lokast allt. Já. Þannig fólk þarf kannski líka að hugsa þetta skilur. Að er kannski þörfa því að fólk sem að það sé eitt sameiginleg, ef að fólk er með sikkert bankareikningin, það sé sameiginleg bankareikning sem báður með prókurað. Vegna þess að þú þarf líka að huga ef að maðurinn sem er kannski oft kannski fyrst svona kannski algengt eða konan eða annarkor aðilinn er kannski sér aðalum fjármálin oft er það þannig. Það er ósjaldan kallar einmitt því miður. Já, og þá kannski sjáum fjármálin og svo bara fellur hann frá, svo bara deyr hann. Þá bara, þú veist, er allt bara fast og það getur verið fast í marga vikur eða fyrst bara í langan tíma. Þannig fólk þarf kannski líka að hugsa þetta að mamma gamla eða pabbi gamli, hann sé ekki bara peningalösi í einhverja marga viku venni sem er búin að allt læst. Þannig að ýmislegt svona líka, hvað ef þegar fyrirtæki, prókuran, er hann bara sá sem fellur frá menna að tryggja það að sé þú annar prókur hafi, að sé einhverju stjórn, þannig að sé raun og að halda ekstra áfram og ég er ekki bara að tala um einhver stór fyrirtæki, ég er að tala um litlu einkahlutafélögin, eignarhaldsfélögin, skilur. Ég bara tala það bara mjög margir sem eiga bara einkahlutafélag eða eitthvað slíkt. Raukaverslun með frakkastíð eða eitthvað. Já, eða bara er kannski með endurskoðandi lögmar eða eitthvað skilur að tryggja að sé raun og hægt að gangalega frá þessu skilur. Síðan þarf líka að huga sem er eitt góðu punktur að ef að þú hefur verið hjúskap áður eða verið með líftryggingu að þú verður þá breyta rétthafanum eða fyrir nýtt samband. Já, það gerist ekki sjálfkrafa. Nei, gerist ekki sjálfkrafa. Það er alls konar svona og það sem kannski maður líka er að hugsa kannski á þessum eldri eins og mínum aldri, fyrst ég er svo sem 46 ára að ef að kannski annarkvora aðalinn er með meiri lífeyrisréttindi í séreignarsjóði á að fara að skipta þessu. Akkurat. Þú getur líka raun og verið skipt réttindinum í sameignarsjóði en þá er þetta hættan svo ef þetta annar fellur frá ef þú skiptir til helminga og hinn er kannski eitthvað eldri að þá í raun og veru í sameignarsjóði sko að þá er þetta þannig að þú getur að þá þetta ef að annar fellur frá og þú ert búin að skipta réttindinum að þá farðu ekki það sem þú ert búin að skipta tilbaka. Þá ertu bara kannski með helmingi minni lífeyrisréttindi í sameigingunni. Þannig að það er ýmislegt svona og það eru margir pittir og það er ekki líka það sem maður þarf líka að huga. Ég veit að þetta er að klárast en það sem maður kannski ég vil spenda á að lokum er kannski þessi eldri hópur. Það sem skiptir miklu máli er að mjög margir kannski svo kynslóð er mikið með fyrst í raun og veru að þykja greiðslur eða að fá greiðslu frá Tryggingastofnun að það getur það að bara selja bústaðinn, selja eignir getur raun og þurrka út lífeyrisréttindin í tryggingu. Einhver tíma. Þannig það er ýmislegt svona sem fólk þarf að huga þegar það í raun og veru er fara að selja eignir og er í raun og veru með lífeyrisgreiðslu frá Tryggingastofnun. Að þá þarf að hugsa vel áður og selur eignir. Og þetta er þetta bara ýmislegt, menna ég svo sem er með masterskráði skattarétti, menn maður líka að hugsa út í þetta. Það er ekki nóg að bara hugsa og geta að gera þetta, maður þarf líka að hugsa hver áhrif.
hvað er áhrifin ef þetta er selt, ef þetta er gert. Þetta er svo gert. kongulögur, ef þú tóri í spotta þá maður hristist þarf hann að allur. hugsa þetta og þetta er kannski þetta góðu lögmar gerir það sko. Já. Þannig að það er svona kannski svona take out úr þessu ef maður lifir sér að sletta að hafa góða ráðgjafa sérstaklega þegar maður er að takast á viðfangsefni sem maður þekkir ekki nógu vel sjálfur. Alveg, það er alveg nauðsynlegt og ég þetta bara fyrst ráðleg fólki og ég er samt ána með mér finnst bara meiri umræðinu eins og þessi þáttur og vera að fjalla fjármál að kannski er að vekja fólk til umhugsunar að það er bara í góðu lagi, fyrst lögmenn býta ekki og Þú borgið sérstaklega fyrir það. Já, en sko við erum í raun, við erum bara eins og getum verið nágranniðin skilur, við erum bara venlegt fólk sem er á fjölskyldu og börn og er að díla við sami hluti, við erum kannski bara með þessa sérfræði þekkingu og við erum bara í raun og við skiljum allar þessar tilfinningar sem er að baki þessu málum og það er þetta bara oft er gott að bara ræða við lögmann vegna þess að hann getur kannski sett hlutin í annað bara í raun og veru hvað segir maður, í raun og veru bara svona samhengi. Já, í annað samhengi og kannski varpa ljós og ýmislegt sem þú hefur ekki hugsað út í. Ætlum að láta þetta verða loka orðin í þessu samtali okkar Elva. Takk kærlega fyrir komuna, það var afskaplega fróðlegt að ræða við þig, ég er sannfærður að þetta muni gagnast. Bara kærar þakki fyrir mig og bara takk fyrir að bjóða mér og mér þótt þetta bara mjög gaman og eins og heyrið þá get ég svona alveg margt sem kannski maður getur sagt frá. Þetta er óþrjóðandi viðfangsefni þetta og það er örugglega nóg að taka í viðbót. Svo sannarlega. Heyrðu, takk kærlega fyrir og takk ef fyrir. Þú kæri hlustandi hafðir ánægju eða gagn af þessu spjalli þá máttu endilega benda vinnu þínum og fjölskyldu á að hlusta á leitina að peningunum. Og ef þú lumar á áhugaverðri sögu heimilisfjármál eða vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda þá máttu endilega hafa samband á Facebook síðunum leitinni að peningunum. Takk fyrir að hlusta.